Já, góðan dag, góðlustur, Guðmundur Þakkinu, þér er hlust út á sögu 99,4. Nú, eins og ég lofaði ykkur annað, ætlum að hafa smá sprell hérna og á þessum síðustu tíma þá tíðkast að hafa alls konar svona gæsapartí fyrir konur og steggjapartí fyrir kalla og þetta er náttúrulega, menn vita náttúrulega, þetta er alltaf að verða öfgafyllra og öfgafyllra, þannig að menn er alltaf að reyna að betrum bæta síðasta gæsapartí og síðasta steggjapartí og Bretarnir eru ansi góðir í þessu og þeir eru náttúrulega þekktir og frægir fyrir það allan heim þegar þeir mæta hérna í hópum klæddir upp í einhverja skrýtna búninga. En sá sem er að fara að gifta sig, hann heitir Elís Rúnarsson og hann er kominn hingað til okkar og hann, skal ég segja, sæll og bless Elís. Og hann er með vinum sínum og Frosta Logasinni sem er út að stjarna á X-inu, það er Frosti. Sæll og blessaður, takk fyrir að taka á móti. Já, og svo er hérna Einar Þorvarðarsson, ekki handknattleiksmaður. Nei. Hann er einn af vínunum. Og svo er hérna, og hinn hópurinn af steggjunum, hann er hérna í eldhúsi að fá sér kaffi og sjálfsögðu. Og svo erum við hérna með myndatökur með henn og alla græður. En Elís, þú ert stjórnmálafræðinemi. Ég er stjórnmálafræðinemi. Þannig að þú veist náttúrulega allt stjórnmál. Ég veit allt, já. Hvað heitir viðskipta- og efnahagsmálaráðherra á Íslandi? Hann heitir Gylfi Magnússon. Ég guð hann ekki, guðst þú hann? Nei, aldrei. En hver er forsætisráðherra? Það var hérna, þessi gráhærða þarna, ný held ég, veist það? Nei, hún heitir Jóhanna Sigurðardóttir. Ok, þannig að þú veist allavega þessa svona aðal hluti. Já, þetta var það sem ég veit eiginlega. Já, spurningarnir eru mjög létta. En hérna, þú heldur það að aðild okkar að Evrópusambandinu, það leysi okkar vandamál. Þú er mikill Evrópusinni, ekki sant? Þetta er tvær spurningar. Já, ég er Evrópusinni, já, en ég held að það leysi ekki okkar vandamál, nei, alls ekki. Og hvernig er þetta að leysa vandamál? Ég hef nú ekki búið með framtíð að leysa vandamál, en ég held að það myndi hjálpa okkur mjög mikið að leysa vandamál. Eða allavega svona ganga til samninga við Evrópusambandinu, kjósa síðan það. Já, og hvað heldur þú allir að bara láta þeirra næja að geta danska spæpulsu og þetta? Það var engin annar matur á Boston, þú veist það. Það var nú ágætt að fá hérna danska spæpulsu, en það er bannað í dag sko. Heldur þú fengið ekki leið á þig fljótt? Ég held að það var nú minni líka að fá leið á matvælum eftir að við gangum í Evrópusambandinu, því að eins og kerfið í dag er ekki mikið gott úrval í því og nýsköpun sem til að lítil. Það er að geta keypt danskan mat, svona þau eru borin. En hvað með bænduna í sjónvarpinu? Nei, hvað með alla bænduna í landinu? Hvað er það alveg saman sveitið það? Það er bara að leggja hér allt í rúst? Hvernig er þetta? Nei, alls ekki svo. Ég bara held að það komið þeim bara betri og eitthvað. Þú veist að það er helminguna budgetunum hjá Evrópusambandinu er í niðurgreiðslu til bænda allar að gera allar sem menn að auðmyggja. Já, hvernig er kerfið í dag? Það kemur helmingur, það er eitthvað 45% í Evrópusambandinu, það er 65% eins og Íslandi. Nei, það er allir bændur hér maður sjálfstæðir, allir það er allir sveitur landsins, veitum þetta. Er ekki niðurgreiðslu til landbúnaðar? Er þetta í Samfylkingunni? Nei, ég sagði múlum. Hvernig? Bara svona því hvort þið vits á ára. Heyrðu, þetta er náttúrulega, ég er náttúrulega Frosti, þetta er náttúrulega alveg yndislegt. Ég er í besta flokk. Samfylkingunni bara í gær, sko. Ég er í besta flokk, ég skjáði mig í besta flokk. En segjum við þitt, þú ert að fara að gifta þig og kærastan heitir Kata. Og hvernig er brúðkaupið? Það er 2 vikur, 24. júlí. Og hvað er alltaf að gifta ykkur? Geysi í Haukadal. Frábært. Og ætlar að bjóða allir þessum sentilmönnum í brúðkaupið? Það fer eftir bara hvernig dagurinn verður. Þetta er nú að tæpast af aðeins núna, komin í beinu útsendingu og eitthvað svona. Frosti hann hangir inni ennþá, en þetta verður eitthvað mikið verra, þá geta þetta 1-2 út. En hvernig byrjaði þetta? Í gær? Hvernig varstu sóttur? Ég var sóttur eldsnemma í morgun, eða eitthvað, hálf 10. Já, og vissur af því? Nei, það búið að ganga ýmislegt á alla vikuna, það er búið að vera hringt í mig frá áhugasömum kaupendum og barnalandi sem vilja kaupa allan landskvölda. Hvort að, hvað var það, nettengdur ískápur, 2 mánaða gamall sem fór á 80.000 og það stoppaði ekki sína. Og maðkar. Laxamaðkar? Já, laxamaðkar, það var síðast sko, á miðnætti í gærkvöldi. 20 hvert stykkið. Síðasta miðnætti sem allir voru að fara að veiða í gærkvöldi og hringdi mikið sko, þannig að það var eitthvað í loftinu sko. Það var eitthvað svona, eitthvað bögg.
ekki fótefnistæki, og sofnarstæki, þú slappið við það. Já, ennþá alltaf, maður veit það, í dag er nú alltaf að byrja þegar klukkan 9:12 sko, en ég veit ekki hvernig það verður þegar... Og þeir hafa dressað upp út í ballerínubúning og í bleikum ból og silkibuxum ykkur. Já, og svo... Og þeir búið að lita þar hárið blátt. Hárið að vera blátt og það búið að fara með mér í svona spreytan, þannig að ég er næst í eins og hérna Ásgeir Kolbens á leiðin á dansiball. Við keyptum sko Ásgeir Kolbens lúkið fyrir 25.000 skall. Já. Bara standard prís, Ásgeir Kolbens lúk. Liturinn á hárinu klikkið eða hvað? Já. Og hvað á að gera við hann? Er þetta óvissuferð eða hvað á að gera við hann? Já, ég fæ alltaf ekkert að vita allt. Já, hann fær alltaf ekki að vita neitt ennþá. Nei, það er alltaf eitthvað nú. Og er þið í rútu? Við erum í rútu, já. Já, við hérna ákvaðum að leigja svona langferðabíl fyrir þetta verkefni. Þetta er enda náttúrulega fyrir eitthvað frið. Ég veit það ekki. Nei, þú veist ekki. Nei. Og að fara ekki út á land? Það má ekki gefa mikið upp. Nei, þannig að það er ekkert gefið upp. Nei. Og þetta er alveg heilmikið mál. Þetta, já, fyrir mig er þetta mjög mikið mál, sko. Ég er búin að svona bíða eftir þessu svolítið lengi og... En hafið allir sem eru giftir í hópnum, hvað er margir búin að gifta sig í félagskapnum? Þeir eru nú nokkri sem hafa gift sig, sko, en þeir eru fæstir hérna. Þannig að Við halda sig heima. við hinir sem að Þið vita hverju, já. Eldri bróður minni hér, hann hefur gift sig. Jú, hann hefur gift sig. Ætli hann sé sá eini. Þannig að ég safna bara glósum og þeir eru allir eftir að endi í þessu, sko. Þetta er bara fínt. Er svona stekkjapartí, það er allir sem að fá sitt stekkjapartí, eða ekki, að flestir? Ég ætla rétt svo að orða það. Þú veit ekki alltaf verið að toppa síðasta stekkjapartí sem hann hefði það? Jú, þetta er nú samt svo ljúft í dag að... Það má þetta ekkert í dag. Það má ekki orðið, sko. Það var banna allt í jólum að banna. Já, það var banna... Flokkurinn sem var vasti, Já. var banna. Við ætlum að fara með hann í ljós og síðan á Goldfinger. Ég er ekki 18, en Hann ég má það ekki. 18 og þú veist svo... Hann er þess að vera að spreyja þér. Það búið að loka þessu öllu og við erum bara í stökull vandræðum. Svo erum við bara með léttöl. Já. Hann bannaði að auglýsa eitthvað annað, sko. Þetta er bara ég ríkkeipti henni í nótunni. Já. Heyrðu, ég hérna bara, hafið það góða skemmtur, er eitthvað sem þú vilt segja hérna frúnni ef hún er að hlusta? Það er tilvörandi eiginkonniðinni. Eins og Eiður Guðnason myndi segja, þú ert að fara að kvænast. Já, Eiður Guðnason, svo myndi hann tuða í hálftíma. Yfir málnótkum. Mér veist ekki má bara, ég læt mig að hafa þetta stundum fyrir þig. Þú, ætlar ekki að taka mótanum í Hægri græna? Jú, hann fær, hann bara í þessu Jón Gnarr bara valið starf. Fyrir hvað stendur græn? Ég veit að Hægri fyrir Hægri, en hjá græn, það stendur sko. Það er einn af litunum í regnmónum. Já, því að vildu bara græna? Já. Ok. Það er svo ægilega fallegur litur. Og svo segir í Ameríku sko, allt er væntið verið grænt. Já, ég skil. Þetta er ekki til að lokka hérna hundasúluliði í vinstri græn? Nei, ekkert svo þess. En við erum miklu afturvendi sem. Já, þið eru það. Og við stefnum að ég gera allt hálendið að risastóru þjóðgarði. Já, ok. Og heyrðu, og með þessum orðum ætlum að kveðja ykkur í dag og við ætlum að hafa núna auglýsingar og svo fréttir. Takk hérlega fyrir okkur. Takk. Takk fyrir okkur.